Síðast, þegar ég talaði fyrir 2 vikur síðan, á hann góður á Valdimar síðast. Frábær. Fáum hann aftur einhvern tímann. Síðast þegar ég talaði, hins vegar, þá var ég að tala samfélagið. Og ég las úr Postulasögunni mikilvægt þess að eiga samfélag og kirkjan væri raunverulega bara slíkt samfélag. Og getum ekki átt á Instagram eða Facebook og þó það sé allt dásaleg tæki og tól og gaman að svoleiðis tækni að þá þetta ekki það sem að gefur okkur kannski lífið eins og við þurfum það. Og ég las úr Postulasögunni, Eru glærur? Bjóstu þér glærur fyrir mig? Nei. Hún með það, sko, bóka það, sjáðu. Þetta yfirskriftin, Ecclesia. Á enskunni þetta CC. Hafið séð þetta orð áður? Rétt hönd sem séð þetta orð hérna. Ég sé ykkur ekki heima þeir sem í salnum. Já, það var eitthvað heyrt þetta. Og þetta svolítið merkilegt orð. Og ég ætla að tala þetta í framhaldi af því sem ég var að ræða með samfélagið. Og það smá upprifin í byrjun og ég vonaði þolið það alveg með mér. Síðan kemur svona kjarnin í þessu. Og það þessi hérna. Það Postulasögunum 2. Sko, það búið að setja allt upp fyrir mig, sjá. Það eru svo góð. En þetta var á hvítasunnudag og frumkirkjan að byrja, kirkjan bara að byrja og það sem var kirkja Krists í Jerúsalem. Og það voru 3000 pluss sem voru komin til trúar á Jesú Krist. Við mögum ekki gleyma því að Jesús var svolítið byltingasinni. Jesús, hann rótaði svolítið í svona status quo í trúarkerfinu og fleiru. Og það ekki nokkuð vafa á því að megin þorri allavega trúarleiðtoga á annara í Jerúsalem þessum tíma og þó við að veri leitað töluðum hina kristnu, þetta var bara svona sértrúarhópur, þetta var svona kult og ég veit að þið hafa aldrei verið nefnt slíku nöfnum. Þú veist, kirkjur og söfnur utan þjóðkirkjunnar, þeir fá aldrei svona stimpil á sig það. En nei, ég vissi það. Það rosa mikið í Ameríku svoleiðis til dæmis og öðrum löndum en ekki hér. Það vera bara svona sértrúarhópur. En svo segir hér, en það fólk sem veitti orði hans viðtöku, hvað gerðu þau fyrst? Þau tóku skírn, ok? Þann dag bættust 3000 sálir við. Þetta alltaf bara að gegja 3000, ok? Það var ekki eins og samkoma. Meina að fólk til frelsi, það er ekki samkoma. Ja. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið. Þau stunduðu það að læra og hlusta úr Guðs orði þess sem að postularnir voru að kenna opinberun á Kristi og fagnarindið og Kristi líf. Og þau ræktu trúlega samfélagið. Þetta upprifin frá því síðast, munið. Hvað gerðu þau meira? Þau ræktu brotning brauðsins, þar sé brutu brauðið saman. Brauðsbrotninga sem við kölluðu það, heilu kvöldmáltíð. Og að sjálfsögðu bænirnar. Samfélag trúara ótti setti af hverju manni. Ótta setti af hverju manni en mörg undur og tákn gerðist fyrir höndum postulana. Það var ástæðan fyrir óttarum. Það var ekki því að Guð var svo skelfilegur heldur, það var bara svo stórkostlegir hlutir að gerast að fólk staldraði bara við og segði, hvað í gangi? Vá! Þú veist, lamaðir ganga, blindir fá sýn, það eitthvað rosa mikið í gangi. Og allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Það er að segja að þeir deildu eigum sínum og pössuðu það að enginn liði neitt skort. Það ekki slæm hugsun. Menn seldu eigur sínar jafnvel og muni og stiftu meðal allra eftir því sem hver hefði þörf á. Svo mikil var gjafmildin og svo mikil var ákvörðunartakarnir því að láta ekki neitt verða útundan eða líða skort, hafa nóg að borða og hafa allt sem hver þurfti. Daglega kom menn saman með einum huga. Þú segir kannski, já, þetta nú gott í frumkirkjunni, ég hef bara engan tíma á hverjum degi.
að fara að hittast eitthvað svona. Ok, nota bene, það var ekki sjónvarp, þú veist, það var ekki fótboltinu sinni, tennis, golf, það var ekkert þessu út að rífa til. Þannig að kannski höfðu menn aðeins meiri tíma þá heldur en gengur og gerst í dag og það er allt í lagi. Það er enginn að segja það að við þurfum að gera þetta nákvæmlega en það er eins og þeir hittast daglega en það er samt sem aðra ákveðin prinsip í þessu og það er samfélagið. Og þeir komu með einum huga í helgidónum, brutu brauð í heimahjóksunum, komaður aftur þessum heimahúsum og brjóta brauð og borða saman og allt það. Já, neittu fæðu saman í fögnuð og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir á öllum líð, það var vinsælt fólk. Sértrúarhópurinn í Jerúsalem, hann var bara vinsæll. Þetta er mjög, megum ekki glemma, þetta er mjög sérstakt. Þetta er mjög sérstakt. Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim með frelsaslitu. Þetta er kannski lykillinn sem ég ætla að skoða í kvöld. Drottinn bætti daglega í. Við erum oft stressuð við því, hvað er ekkert fólk hérna maður? Það er ekki að stækka eitthvað, við erum búin að vera í 100 ár og það er ekki nefnum bara 1000 manns enda, það getur verið 7000. Guð bætir hópinn undir ákveðnum kringumstæðum. Guð, við komaði eftir, Guð byggir nefnilega kirkjuna sína og hann ákveður hvernig hún er. Hann gefur okkur stundum innsæi inn í það og hjálpar okkur að sjá, heyrðu, gera þetta svona krakkar, frekar heldur en svona, þetta er leiðin. En hann byggir hana. Og þegar við áttum okkur því að ef hann ekki byggir, þá erum við að stríða til einskis, þá öndum við aðeins rólegra og þetta er náttúrulega ekki alveg eins mikið álag á mig ef hann allar að gera þetta. Já, ef að Gulli byggir alltaf að koma byggja fyrir þig húsi og laga það allt um þetta, þá mælir ekki alveg mikið á þér. Jú, það er kannski að fara upp í Báhaus og svo sækja ykkur að krana og eitthvað svona. En þú þarft ekki að breyta húsinu, hann allar að gera fyrir þig. Við höfum verið að skoða þetta og það er áfram smá upprifjun. Þessi kirkja sem við vorum að lesa núna hún breytti svo hratt út, hún var meiri útbreiðsla heldur en á COVID-delta. Það var bara út allt. Það var stöðug útbreiðsla á kirkjunni. Krafturinn var þvílíkur og að lokum fenguðu það vitnisburð að þau hefur breytt heiminum. Og það sem ég ætla að leggja fram í dag er það hvernig þau breyttu heiminum. Aðferðafræði kirkjunar. Hún er einföld, hún er lítil, það fer lítið fyrir henni, hún varla sést, en hún er. Það er alltaf skrítið, ég hef alltaf sagt það þegar fólk er að tala um að Jesús hafi ekki verið til, Hafi eitthvað veltið fyrir því. Hvað var þetta þá? Það er alveg staðreynd að það gerðist eitthvað. Ég meina heimurum breyttist. Við erum hér í dag vegna í einhverju sem heitir kirkja vegna þess að það gerðist eitthvað á þessum tíma. Og ef það var engin Jesús, býtu hver er það ábyrg fyrir þessu dóti? Og hvað gerðist þá eiginlega? Munið eftir ég sagði ykkur einhvern tímann frá því að það árið 313 og þá kom svona edikt of Milan eða Milan tilskipunum frá keisarunum Konstantínusi. Á því augnabliki, takt eftir, árið 313, hvenær byrjaði? Jesús, segjum að það er svona almennt talið, hann hafi verið 30 ára að starfi, að verið 33 ára segir þegar hann deyr og hann fyrir til starfa, hann er ekki lengi að starfa, en hann er dáið 33 ára segjum, það er 30 árið 33 ef miðum ártalið við hans fæðingu. Og þetta síðan fyrir kirkjan á stað og þetta er árið 313. Þá fyrirskipa keisarinn í Róm að það skilur engar ofsóknir hendur kristnu lengur. Eins furðulegt eins og það hljómar, þá er þetta versta sem gat gerst fyrir kirkjuna. Að hætta ofsóknum. Það hluti að vera gott fyrir þau, já, mjög gott fyrir þau, en fyrir kirkjuna það gerist eitthvað. Það sem gerðist var þetta, að helsti leiðtogi ofsóknarinnar, keisarinn sjálfur í Róm, var núna orðinn helsti stuðningsmaður. Árið 380 var þetta síðan ríkiskirkja,
eða ríkistrú. Og þá runnu saman, þetta bara upprifin en þá, kemur kjarnanum, þá runnu saman kirkja og ríki. Og aldirnar liðu og munið þið, ef þið lesið söguna, þá voru það kóngarnir og drottningarnar í hinum á þessu löndum sem voru æðstu aðilar kirkjunar í landinu. Það var engin greinarmunur gerður faktist. Þau stjórnuðu gegnum kirkjuna. Stærstu byggingar hverja borgar voru dómkirkjurnar. Og ekki misskilja mig, ég elska þessi hús. Ég elska að fara inn í svona stór og mikil hús og fallið þetta og sögun og allt þetta. En hvað í gangi? Það stóra spurningin. Kirkjan nefnilega breyttist frá því að vera grasrótarhreyfing, trúarleg grasrótarhreyfing sem fór í djúpar og miklar samfélagsbreytingar. Og hún orsakaði samfélagsbreytingar. Kirkjan flutti sig, muniði, yfir í byggingarnar og hætti að vera út á meðal fólksins. Hafið þið þetta í huga, nú ætla ég að spyrja ykkur. Þið þurfa ekki að svara, bara hafið þetta í huga. Þú ert í vinnu. Þú vinnur, fer út á mótnana, þú búin að fara eitthvað í ræktina eða sturtu eða hvað þú gerir fyrst á mótnana og svo fer í vinnu og þú vinnur allan daginn, svo eru börnin sem bíða heima og kallinn eða konan og það þarf að elda og það þarf að gera hitt og þetta og svo fer í kirkjunum og svo fer í félagsstarfi og svo spilar þú í félagsvistina og svo spilar þú golfi og svo ert að gera allt þetta. Þú ert á fullu, það er nóg að gera. Það er nóg að gera. Þú veist, en það er eitt sem þú lætur aldrei, þú missir aldrei af, sleppir aldrei, það er kirkjan á sunnudögum. Kannski bænastundin, ekki alveg eins mikilvæg. Ái, að því að stóð nefnilega að biðja að lesa það sko, að þið ræktu það, sko, það ástunduðu bænina. Já, ég biði heima mér. Já, gott. Það er gott að biðja heima líka. Og ég gerum ekki lítið úr því. En sjá, það sem ég er að segja, það er nóg að gera. Þá svo spyr ég þið núna og hafið þetta í huga þegar við höldum áfram. Hvað gerur þú svo þegar þú ætlar að slaka á? Hvað gerir fólk? Það sem fólk gerir, flest okkar gera, ok, við gerum alls konar hluti að sjálfsögðu. Ég geng á fjöll og, þú veist, sumir fara í sund og sumir sund í sjónum. Skil það ekki, en það er nógu það. Eða fara í kalda potta. Gef mér hlýju. Þetta er vist voðalega hollt, segja þeir sem að tilþekkja. Mér verður bara kalt, en það er svo því ég fasta á, verður bara svangur. En hvað gerur? Veitu hvað við gerum? Veitu hvað er klassískt? Og þetta gerum við öll. Við hringjum, hóum, skrifum, textum, vinum okkar, fjölskyldumeðlumum, segjum að borða saman í kvöld. Ekki hittast og slaka á og borða saman og þú veist, njóta þess að vera saman og hafa gaman. Þetta er eðlilegasti hlutur í heimi fyrir okkur og þetta gerum við öll. Gerum við öll. Kirkjan hittist daglega og borðaði saman. Ok, þið höfðu tíma daglega til að gera það. En segjum að við höfum einn dag í viku. Segjum við höfum hálfsmánaðarlega. Segjum einn dag í mánuði. Segjum við hóum í vin okkar til að borða. En við gerum þetta, af hverju? Þetta er okkur eðlilegasti hlutur í heimi til að hafa gaman. Kirkjan nýtti sér þessa stórkostlugu nútíma tækni sem þá var í gangi. Að hittast. Það var ekki komin eitt að hinni tækninni, séu. Það var engin sími, það var ekkert. Þau höfðu ekki auglýsingastofu, þau gátu ekki Instagramað. Pétur reist eitt frá dauðum í gær. Ekkert svona. Það var bara ekki í boði. En samt var allt á fullu. Samt var allt að gerast. Þetta var Jesú hreyfing. Og munið það að Jesús kom ekki til að, sko, hann kom ekki til þess að dílíta gyðingdóm 1.0 og downloada 2.0. Hér kemur gyðingdómur 2.0. Hann er aðeins öðruvísi. Hann kom með róttæka breytingu. Hann kom og umbylti, hann faktist lýsti því yfir, hann hefði uppfyllt gömlu trúarkerfin, bæði gyðinglega kerfið og
heiðingdóminn. Og hann var að koma eitthvað nýtt í staðinn fyrir bæði þessi. Og þið lesið það sem Páll skrifar, til dæmis í Efesus, þar lýsir hann hreinlega að Kristur hafi á krossunum tekið bæði heiðingjana og gyðingana, sett á með sér á krossun og búið til nýja mann. Og ný trúarbrögð. Þetta er bara lýst svona. Hann deyti þetta bara allt á krossunum og þetta hljómar svona, tók hann hvað? Gyðingdóminn á krossin. Þetta, ok, þetta er svo djúpt Halldór, ég veit ekkert hvort að segja. Ok, þá segi ég, það er eins að ég skrifaði þetta ekki, Páll skrifaði þetta í Efesus og þetta er rosalega gott eins og hann segir það. En það þarf að lesa þetta og skoða nákvæmlega hvað er hann að meina, af því þetta er algjörlega uník. Þetta er alveg sérstakt sem hann gerði. Og hann sem það kemur, og Páll segir til dæmis þegar hann var í Aþenu, Páll Póstuli segir, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, hann býr ekki í musturum sem gjörður með mannahöndum. Það er í Póstulasögunni 17. kafla. Þessi frumkirkja, þessi nýja trúarhreyfing, grasrótarhreyfing, hún er bara lýst í því yfir. Það er engin þörf að hafa musteri lengur. Ekki einu sinni í Jerúsalem, sem var þó the musteri. Í alvöru. Engin þörf vegna hvers? Við þurfum ekki einu sinni hús, krakkar. Við þurfum bara að gera það sem öllum mönnum er eðlilegt að gera þegar þeim langar að gera eitthvað saman. Það er að hittast og borða. Það er að segja mér að þetta, skoðum hvað hann gerir. Nú ætlum ég að spyrja ykkur einu, hafið þetta í huga líka. Langar ykkur að gleðja Jesú alveg óstjórnlega mikið? Alltaf, við erum alls þar. Sem betur fyrir því, ég veit þið líka heima. Hversu oft í Biblíunni hafið þið, og þið þurfum ekki að svara upp átt eða neitt, bara hugsið það, reynið að rifja það upp, hversu oft hafið þið lesið það að Jesús, hann tók gleði kipp í heilögum handa, hann gladdi svo óstjórnlega að út úr hann kom lofsið til föðurins. Munið eftir eitthvað svona? Allir. Það er einskot í bækur ekki með svara upp átt. Í hvaða kafla var það? Hafið í huga. Jesús sagðist hafa uppfyllt guðdóminn, eða gyðingdóminn segi ég, og trúarkerfið þeirra. Jesús var nefnilega nýja vinið muniði og nú förum við að koma kjarnanum. Og hann sagði, þú tekur ekki, gamla vinið var gyðingdómurinn og eða innihald gyðingdómsins og innihald heiðingstrúarinnar, en vínbelgirnir sem vínum á var gyðingdómurinn, struktúrinn og heiðindómurinn. Og hann sagði, þú tekur ekki nýtt vín og setur það á gamla belgi. Það er alveg svakalega flott líking hjá honum. Vegna þess að það sem gerist hann, ef þú tekur gamlan belg, hann er þurr og skorpinn og þetta er gamall vínbelgur. Þarna var vínið ekki á flöskum eða svona beljum upp í plastbrúsum upp í hérna vínbúð. Þarna voru þetta geymt á svona vínbeljum, skinnbeljum. Og ef þeir voru ekki bleiktir og vættir reglulega, og ef þeir geymdu ekki vín reglulega, að þá þornuðu þeir. Þetta var bara skinn. Þetta er bara svo stóllinn heimauður sem aldrei sesti og aldrei borið á, að lokum það eyðilegsleðir í honum einhvern veginn. Það bara þornar upp, nema sé fit í því. Og þessi belgir þornuðu og þá hefur komið við leður, þeir eru ekkert mjög þykkir, en hefur komið við leður og þú getur brotið það. Það brotnar að því eru svo þurrt og skorpið. Og það er það sem Jesús er að segja. Þú ert með svoleiðis belgi og svo fariðu nýtt vín og þá getur ekki hellt í á. Vegna þess að nýja vínið mun gerjast og halda áfram og þroskast. Og þá eyðileggur það belgin og hann rifnar og nýja vínið lekur út. Þú tínir í. Og þetta er það sem hann var að vísa til, að gömlu belginir voru gyðingdómurinn. Hann er rosalega djarfur. Hvað ég fegin, ég sagði þetta ekki líka. Hann er svo djarfur. Hann sagði, þeir
eru gamli belgurinn og heiðindómurinn eru gamli belginir og þú tekur ekki það vín sem ég með og setur á þá og þeir ná að meika það. Með öðrum orðum, þú tekur ekki það gamla og setur eitthvað nýtt í þá. Ef við berum þetta saman, frumkirkjuna sem ég var að lýsa fram til 313 og svo kirkjuna í dag, munið það sem ég var að lesa, þeir höfðu vinsældir öllum líð. Við höfum það líka. Sumum líð. Ég myndi að hugsa, sko, ég er ekki að minna ykkur sem einstaklingar. Þeir eru náttúrulega alveg stórkostlega vinsæl, ég veit það. Ég er að tala um sko kirkjuna. Kirkjuna sem stofnun. Allir þetta, Halldór, ég er vinsæl. En kirkjan sem stofnun. Ég var svo spenntur að brotna röddin í mér. Hvernig ber húsi saman í dag við vinsældir á öllu líð og hvað er hann að gera í dag? Ég er alveg samfærður um það að hluti vandamálsins er að við erum enn að setja nýtt vín á gamla belgi. Við erum að bjóða lífið í Jesú Kristi, anda Guðs og heilugum anda inn í gamalt system. Og við, þú og ég og kirkja Krists á Íslandi og allan heim, hún er til eins og hún var í frumkirkjunni, vitið það? Það er til svona hópar og þeir lifa bara og eru bara eins og þessu vorum að lesa á það, dásanlegt. En það eru flest okkar, sérstaklega á Vesturlöndum, sem við höfum fengið arfleið af systeminu sem var til þessi 1700 ár. Og það er mikið af gömlum belgjum sem við notum til að setja nýtt vín á. Og hvað gerum við þegar það er ekki alveg að virka? Þá fáum við markaðsstjóra til að búa eitthvað snjallt til. Þú veist, við verðum að gera eitthvað hérna. Það er enginn að koma. Gerum eitthvað. Hvað erum við að gera? Auglýsum. Já, það er ágætt að vita að flestir á okkur einhvern veginn ef þau vilja koma í kirkju. Haldið við komið að myndum setja heilsu í auglýsingu? Nei, ekki vissu það, en við skulum gera það samt, við erum að gera eitthvað. Finnum við upp eitthvað til að flikka upp á gamla belginn. Ef að mála hann. Við reynum að laga gamla belginn. Það er allt og seint að reyna að mýkja hann upp og gera hann klára fyrir nýja vinnið. Eina leiðin er að fá bara nýjan belg og setja á það. Það er eina leiðin og Jesús sagði okkur að takt eftir. Hann sagði okkur þetta. Ó, hvað ég stundum fegin að ég bjóð ekki til. Þegar ég sé alveg augum og sumum fólk. Hvað ertu að segja? Ég er bara að segja, viltu nýtt vín? Þá verður að hafa nýjan belg. Það er ekki flóknara heldur en það. Og við erum enn að búa til gamla belgi eða reyna að flikka upp á gamla belgi. Og svo erum við alveg steinhissa á því að það er ekkert vín í því. Vín er lönguleiki út, svo. Áts, ái, hættu þetta. Nei, þetta skiptir öllu máli og nú ætla ég að klára þetta með því að lesa. Ekklesía. Hlustaði vel á. Af hverju virkaði þetta svona hjá þeim í byrjun? Af hverju var þessi ofboðslegi kraftur að þeir umturnuðu heiminum? Af hverju þráum við það svo mikið í dag að við getum umturnað allavega sko götin okkar? En það gerist ekki. Hvað þá heldur borgin okkar, eða landin okkar, eða heiminum? Er ég vondur? Er ég ekki að segja bara sem þarf að segja? Verðum við ekki að vakna upp og segja, hvað er það sem að vantar hjá mér? Ekki hjá öllum öðrum. Heldur mér. Hvað vantar hjá mér? Gríska orðið í Nýja testamentinu yfir kirkju er ekklesía. Og hlustu nú á hvað ekklesía þýðir. Það er pólitískt þing.
þegna hinna forngrísku ríkja, sérstaklega var þetta reglulegu fundur aþensku borgarana vegna reksturs opinberra mála þar sem þið fjölluðu þau málefni sem borgarráðið lagði til. Þetta það sem að orðið kirkja þýðir. Að lesa þetta fyrir ykkur. Spurðu sjálfa hvort að þetta séu við. Pólitískt þing þegna forngrískra ríkja, sérstaklega, líka rómverskra en sérstaklega gríska. Þetta var reglulegu fundur aþensku borgarana vegna reksturs opinberra mála og til þess að fjalla málefni sem borgarráðið hafði lagt til. Og Jesús sagði, ég ætla að byggja þetta. Já, fyrir þig, hljómar þetta mjög kunnulega. Pæli þessu, Jesús sagði, ok, ég ætla að byggja svona. Nei, það ekki. En hvað meinar hann? Hvað var þetta í reynd? Þessi hópur, þetta þing, hvað þetta lítill hópur eða stór hópur, þetta gátu líka bara verið 2 eða 3 og þeir hittust í umboði borgarráðsins og yfirvaldsins til að ræða hvað átt að gera. Þetta setur orð Jesú í nýtt samhengi. Hlustið. Hverja þá bæn sem 2 ykkar eru einhugum á jörðu, mun Faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal. Mattheus 18, 19-20. Þetta er ekklesía. Jesús stofnaði svona ekklesíu. Ekki í umboði Aþenuborgar, ekki í umboði keisaras, heldur í umboði Föðurins á himnum. Þannig að þegar kirkjan hittist 2 eða 3 samankomnir til þess að taka á málum, hvað segir ekki Biblían einmitt, við erum ekki af þessum heimi. Okkar ríki ekki einu svona, við erum ambassadórar, við erum sendiherra hvaða ríkis? Guðs ríkisins. Við erum samankomin hérna, bara við 3 sem bara ég og Jóhann og Sippa, við erum samankomin og við ætlum að borða saman og við ætlum að sjá hvaða umboð við höfum. Þú veist, við erum núna ekklesía. Við erum pólitískt þing fyrir himinin. Sjá hvað Jesús að fara. Hann vissi nákvæmlega hvað var að gera. Hann sagði, ég ætla ekki að búa til stofnun sem fyrir inn í stóra byggingar og deyr þar. Sér ráðum við pastor til þess að vera minjavörð. Nei, sagði þetta? Hann sagði það ekki. Hann sagði, komið saman, ég skal. Þeir eru í mínu umboði. Ég ætla að gera það sem að mínu hjarta er og hvað það, ég ætla að byggja þessa kirkju. Ég ætla að byggja þetta unit. Og hvernig ger ég það? Ég kannski bý til fleiri inn í þetta unit, ég bý til fleiri unit, en allt er þetta gert í umboði Föðurins og himnum. Og hvernig virkar þetta? Hlustið. Ég ætla að klára með þessu. Þetta, allt þetta sem ég er búin að segja til að komast að þessu sem ég ætla að segja núna. Eru þið með? Allavega, já. Lúkas 10. Ég sé að hún er sett þetta upp fyrir hún gefn vers 59 og það er alltaf að ég ætla að lesa samt á undan. Eftir þetta kvaddi drottinn, þar segir Jesús, til aðra 72. Hann er með þess að 12 og hann segir, ok, nú ætla ég að bæta 72 hérna við, 72 að tölum. Og hann sendi þá á undan sér 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá, uppstýran er mikil, verkamennirnir fáir, beðið því drottinn uppstýrun að senda verkamenn til uppstýru sinnar. Fyrir ekki, ég verð að stoppa hérna við. Hversu oft hefum við ekki heyrt þetta vers, lesið eða predikað?
Þetta málið, krakkar. Uppskeran mikil. Það allir í landinu okkar tilbúinir þessu uppskeru og við aumingjarnir gerum ekki neitt til þess að okkur vantar fleiri verkamenn. Ok, hvað þessi 10 að gera sem á staðnum? Að biðja fleiri verkamenn. Sjáu, við erum föst í fari. Við erum bara stökk. Við verðum að fá fleiri verkamenn til þess að ná þetta inn. En það sem við erum raunverulega að biðja sig, drottinn minn, komdu bara og bætt inn í þessi kirkju okkar hérna. Ég veit þetta hörð predikun, en hún þörf. Hún svo þörf, krakkar. Ég að segja ykkur það, ef við ekki sjáum, þá munum við missa af. Þetta eru fræg vers sem allar kirkjur sem ég hef verið í og komið nálægt, ég hef heyrt þetta út allt. Uppstýran mikil, verkamennin eru fáir. Biðjið því herra uppstýrunar að senda fleiri verkamenn. Vandamáli við það, þarna hættu við. Jesús sýnir okkur í kjölfarið hvernig við náum í verkamennina. Það ekki bara biðjan verkamennina, heldur hvernig við fáum þá. Eru þið með? Þetta svo dásalegt hérna hjá honum. Farið, ég sendi ykkur eins og lömb meðal úlfa, þetta svolítið svaka setning. Allir voru spenntur, já, ég bara eins og lamb meðal úlfa. Það enginn spenntur fyrir því, en það sem náttúrulega, þetta bara sama sagan og í dag, þú veist, við vitum alveg að það svona mótspyrna gagnvart trú. Það ekki mótspyrna mótið að lifa andlegu lífi, en þessu trú sem við trúum, þetta svona gamaldags. Ok, þannig að það mótspyrna. Hlustum á. Hafið ekki pingju, ekki malið að skó og heilsið engum á leiðinni. Þetta ekki skrítið fyrirmæli? Hann sendað út og hann sagði ekki hafa með ykkur neitt og ekki stoppa og tala við neitt fyrir þú komin í borgina. Hvað kennir þetta okkur? Í fyrsta lagi, þú verður að fara í trú. Við erum ekki að tala það að fara ekki inn fötum eða ekki með neitt með okkur. Við erum ekki að tala það, við erum að tala það að við förum að stað og við erum í sjálfu sér nakin. Við getum þetta ekki í eigin mætti, en það erum ekki að fara að gera þetta í eigin mætti, við erum að fara að gera þetta í hans mætti. Við erum að fara að hittast sem hans kirkja. Takk þetta 2 og 2, það dugði. 2 og 2 saman, það dugði. Svo kemur. Hvað sem þið komið í hús, þá segi ég fyrst friður sé með þessu húsi. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig Jesús sagði þetta myndi virka og þetta það sem frumkirkjan gerði frá fyrsta degi og allavega fram til 313, sennilega svolítið mikið lengur en það, en smátt og smátt breyttist þetta. Ok? Hvar sem þið komið í hús, svo segi ég fyrst friður sé með húsið þessu. Sem sagt hitta fólk og óskaðum friðar. Hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Þetta þýðir það að það sem ég sagði áðan, það sem var okkur eðlilegasti hlutur í heimi að hittast og borða saman, að nú ætlum við að bjóða einhverjum sem við vitum á ekki trú. Nú ætlum við loksins bara að bjóða nágrann okkar í mat. Ég get ekki fara að vitna, nei, ertu róleg, þú ert ekki að fara að vitna fyrir þeim. Þú bara að bjóða mér mat. Hann byrjar, hann svo, hann gefur okkur 4 skref. Þetta svo snjallt. Hann segir, blessi þau, bara uppörfa þau, verið góð við þau. Hættu þessi fíflaskaparna og tróða biblíuninu í hausinn á þeim fyrir. Nei, þú byrjar ekkert þar. Þú bara góður við fólkið. Þú blessar þau og þú eldar frábæra lambasteik eins og sumir gera hér, veit ég. Hún góð. Og sýnir hvað að fara. Þú getur líka boðið einhverjum, þú getur látið bjóða þér heim líka ef þú vilt. Þú getur hringt bara og segi, hei Sigga, það var gaman að hitta það aftur í morgun maður. Við þurfum að hittast. Og svo bara búið til eitthvað. Þetta okkur eðlilegt. Þetta ekki flókið. Þetta gerum við þegar við þurfum að slaka á og slappa af. Þannig að þetta ekki stress í þessu. Og við hittust og við byrjum bara á að uppörfa, við getum gert þetta í okkar eigin húsi eða húsi nágrannanna.
þið með? Og sé það nokkurt friðarnas barn mun friður hvíla yfir því. Með öðrum orðum, þau geta náttúrulega sagt, nei, ég vil ekki hitta þig. Ertu ekki einhverju sértrúarsöfni? Þau geta sagt það og það er úlfurinn muni. Þá þetta ekki að ágjöra því. En sé þar friður, sé, hei, já, það væri gaman. Þau eru bara opin fyrir, þau meðtaka það sem þú ert að gera. Og þá mun friður þinn hvíla yfir því. Ef ekki, Sippa tala þetta einu sinni, rosalega vel. Ef ekki, bara fyrir nátt tilbaka. Þú segir, við klikkum á þessu, Við segum, ég var búin að einsetja mér að ætla að vitna fyrir þessu liði maður. Svo vill ekki eins og koma heim til mín. Má ég bara segja þér það? Það er bara að segja þér það. Þú vilt ekki tala um mig, en veistu hvað? Þú veist hvert þú ferð ef þú ekki frelsast. Og svo kemur bara eitthvað, og þá látum við bara allt vaða að því að við pirrust yfir í. Þess er ekki að taka á móti. Viltu að ég kalli eldi yfir drottinn? Viltu að ég bara eyði þessu fólki hérna núna? Sjá, þetta er gamli belgurinn. Ef eitthvað er þetta gamli vindbelgurinn. Þetta er bara gamall belgur sem talar svona. Svona er ekki nýja belgurinn með nýja víninu. Og það eina sem gerist ef þú vil ekki, þá bara ferðu aftur til þín og þú bara hringir í næsta eða athverju næstu viku eða hvernig sem er. Það mun alltaf einhver vilja koma og borða með þér. Ok? Ef að hins vegar tekið á móti, hvað gerist þá? Verið kyrrt í sama húsi og neyti þess sem þeir frammeborið í mat og drykk. Ef þú ert ekki heima við þér og þú bjóst ekki til matinn, ekki fara þá, nei, ég borða ekki svona. Ég get ekki borðað hrísgrjón endalaust, ég er alltaf þetta er uppáhalds hrísgrjónrétturinn minn sem ég langaði að gefa. Já, sorry, nei. Og hvað, kjúklingur í? Nei, þú veist. Leið og þeir segja þetta, þá segir vinurinn, ok, ég skal panta tóma hamborgara fyrir þig. Þú veist, það þarf virkilega mikla mildi og miskun að vilja opna sig og tala við þig og þekkja þig mikið eftir þetta. Nei, ég borða ekki svona. Ég sé líka sósan aðeins brunnið. Og það fyrsta sem kristni búið að læra sem að fara til framandi landa er að læra að borða hvað sem er. Þar er þið boðið í mat og ef þú ekki nærð að borða það sem er á boðstólum, þá hlusta ekki svona á þig. Það er það sem allt snýst um. Viltu borða með mér? Og svo setjast þið niður og snæða og þú kannski. Það er alltaf hvolfi í maganum á þér. Og það er ekki einu sinni út í kamar, sjáðu. Þú er bara, þið sjáu hvert þetta er að fara. Þetta er vandamál þegar við erum að fara að eiga samskipti við fólk. Ef við erum, bara svo matund að það er ekki hægt að borða mjög. En það er mjög góð leið til að leysa þetta mál. Þú heldur þetta heima við þér. Þá ræður þú hvað er í matinn. Ok? Og það gerst það stendur. Verið kyrrt í sama húsi. Nú ætlum ég að benda ykkur eitt hvað þetta þýðir. Þetta tekur tíma. Þetta er ekki ein kvöldstund. Það er ekki, þú býður ekki einhverjum ókunnum í mat og nágrannunum, þú kannski er svona málkunnur og þú ert að bjóða með mat til að byrja að kynnast þeim betur og svo bara ein kvöldstund, Guð, má ég núna fara að predika yfir þeim? Nei, það er ekki svoleiðis. Þú tekur þessu rólega, þú kynnist þeim. Þú verður vinur þeirra. Hvað gerist þá? Fyrst hérna verður verkamenn launa sinna þar að segja að þau skilja að fá að borða og allt það. Eigi skuliði flytjast þessu húsi og hús úr húsi, það er þetta með þetta tekur tíma. Og hvar sem þér komið í borg og tekið viður, þá neyti þess sem setti fyrir ykkur. Nú get ég sagt ykkur alveg, það stendur í Biblíunum að geta hvað sem er.
Þýðir ekkert einhverja matvendni hér í kristindómnum. Ef þú ert vegan, ef það er einhver sérþarfir, þá lætur bara vita áður. Ekki þegar þú ert komin á staðinn. Eða mæti með veganið. Það er líka mjög góð kurteisi spurning þegar þú ert að bjóða fólki og spyrja bara, er einhvað sem þið borðið ekki? Þá farið að vita það og svo bara, það er hægt að redda sér á alls konar vegu svona. Alls konar vegu. Jæja. Þegar þú ert orðinn vinur þeirra. Þegar þú ert búin að hittast nokkru sinnum að borða með þeim. Ekki endilega hverjum degi þá vikuna, heldur það er kannski liðnir 3 mánuðir, 4 mánuðir, 5 mánuðir, 6 mánuðir. Það er ekki að gerast alltaf. Ég get ekki beðið endalaust að við erum að sjá frelsast, þá kom alltaf verkamenn. Ertu rólegur, anda djúpt. Það tekur tíma. Þegar þú ert búin að kynnast einhverjum og einhverjum vinið þinn, hvað gerist þá? Upp á yfirborðið, við samtalið við matarborðið, koma hlutir í ljós sem að þú ekki vissir áður og þau myndu aldrei hafa sagt þér öðruvísi. Svo sem eins og hann Siggi litli sonur þeirra, hann er að berjast í hvítblaði. Það hafði ekki borist þér til eyrna eða eitthvað sjúkdóm, eitthvað. Þá að þú ert vinur, þá er mjög auðvelt að segja, ég trúi á mátt bænarinnar, má ekki bara núna biðja fyrir Sigga litla. Ég lofa ykkur því þau segja ekki nei. Þú hins vegar kannst að hugsa áður og spyrð, hvað ef hann læknast ekki? Ég get ekki verið að þessu. Ég get ekki verið að bjóðast til að biðja fyrir Sigga litla og svo hlæja bara að mér og þetta verður eitthvað svakalegt fíasko ef hann læknast ekki. Þá rifjar upp hver þú ert, hvar þú ert, hvað þú ert að gera og í hvers umboði þú ert sem ekklesía á þessum stað. Það er ekki borgarráð Aþenu, það er ekki keisari Róm, það er faðirinn í himnum sem sagði þér að gera þetta og ákvaði að gera þetta og sagði hvað sem þið biðið 2 eða 3 í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal og þá bara svara ég bænum og ég geri þetta. Það er umboðið. Þannig, þess vegna bætti Guð daglegi hópinn sem frelsast hlétur, því að hann var alltaf að gera eitthvað svona. Liðið bara, hann hélt á að bjóða fólki mat og bað fyrir þeim og það bara hélt á, þetta dundraðist bara út eins og þessi. Þá lækniði þá sem þar eru sjúkir. Takk eftir. Blessa og hittast, vera góður, borða saman. Kynnast og þekkja þörfina og biðja fyrir þeim. Og þá fyrst opnar munninn og segir frá fagnaðarerindinu. Þá fyrst. Guðs ríki komið í nánd, þá fara þau að spyrja, vá, hvað gerði hann Siggi bara? Vá! Þú þarft ekki að segja mér þetta einn augnablik að þau vilja ekki koma í mat til þín aftur. Þau vilja koma í mat til þín og gott betur það. Þau vilja helst líka hitta hinar allar ekklesíurnar sem eru að hittast út í bæ og gera það sama. Þau vilja fá að vera með. Sýli, þetta er svo einfalt að þetta nánast þau fram hjá okkur. Nei, við skulum gera þetta flókið. Á hverju að hafa þetta einfalt ef við getum haft þetta flókið? Þú veist. Gerum eitthvað svona, það sem við þurfum að vera hressa upp á belgir okkar. Það er bara tóm minna, maður. Þetta er bara gleði. Og ég ætla að klára núna, ég búið að segja það 3. sinn, þetta er lögnglending, þetta er sko aðflugið rosa langt. En hlustiði, og ég ætla rétt að grípinu, þá komu, þetta er aðeins seinni í kaflanum, þá komu þeir 72 aftur. Hann er búin að gefa þessi fyrirmæli sem við vorum að fara yfir, senda það út og þeir eru búin að vera út í einhvern ákveðin tíma. Svo koma þeir aftur tilbaka með fögnuði. Vá, hvað þau voru glaðir. Það er bara narriði jafn mikið gleði þess að þegar við hittust alltaf. Það var meiri gleði. Þau læknuðu sjúka og ekki bara það. Illir andar hlýð okkur. Þeir áttu ekki orð yfir það. Illir andar hlýddu þeim. Hvað er í gangi? Umboðið. Mundu, þú ert ekklesían mín, sko. Ég er að byggja það.
Þetta mitt vald, þetta mitt ríki. Það ég sem að grípa inn í. Þú ert ekki háður einhverju sem að þér dettur í hug. Þú ert ekki háður þínum eigin krafti. Þú ert algjörlega undir mínu valdi og ég bara gera þetta, Halldór minn. Þú ert ekki að vera að stressa á þessu. Þetta mín leið til að ná í verkamenn. Og Jesús, það var svo gaman á honum þegar hann sagði, jafnvel illir andar hlýð okkur. Þá eiginlega bara svona varðan að segja, ég skal segja ykkur akkur, strákar. Jesús sagði þá við það, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég gef ykkur vald til að stíga höggorma og sportir eitthvað yfir öllu ómærarsveldi. Þú veist, ég með valdið, hann bara, pum! Ég veit, það bara eins og illir andar þegar voru svo hiss á því. Strákar, ég sá þetta gerast. Hann flúði mig, ég hef valdið. Svo kemur það síðasta. Á sömu stundu fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda og sagði, ég vegsama þig, Faðir, drottin himins og jarðar, að þú eru hulið þetta spekingunum sem vilja vera inn í stóru byggingunum og halda safninu saman og hyggindamönnunum sem halda það þau eru bara rökræði alla í hel eða himnaríki. Þú eru opinberað þetta smælingjunum eins og Dóra Lár sem ekkert veit og ekkert kann. Þú veist, sem var bara nógu vitlaus að trúa að þetta væri rétt. Þú eru opinberað þetta honum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt að gera. Hann fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda. Hvað var það sem gladdi hann svona rosalega? Svona virkaði kirkjan. Við getum glatt hann áfram, krakkar.